Pavel Bartošek næstur kjósum. Já, takk kæru vinni. Mér langaði til að byrja með að þakka Írisi Lind varaformann nefndar sérstaklega fyrir hennar framsögu og allt hennar innlegg í þessa vinnu okkar sem hefur verið satt að segja algjörlega ómetanlegt og tillögurnar eru að mínu viti mjög vel unnar og greinagerðin nefndinni og okkur öllum til mikil sóma. Nú, nokkur atriði sem hafa komið fram sem ég langar kannski að svona bregðast við persónulega en ég treysti síðan að Íris taki þetta saman í lokin. Fyrsta lagi þá ber að árétta það að breytingarn okkar okkar fyrstu grein, hún er byggð á tillögu stjórnlaganefndar í dæmi A. Við vorum ekki að tilgreina forseta Íslands til að byrja með í þessum tillögum, svona í ljósi allar umræði sem framfyrir ráðinu. Þetta er ekki algjörlega orðrétt en efnislega er þetta sama. Fyrsta lagi tekið fram, forsetanum er veitt það hlutverk að hann kemur fram sem þjóðhuggi fyrir hönd Íslands í samskipti við öðru ríki, en áréttað er að honum ber að fylgja stefnu ríkisstjórnar og svona áður en við förum að kenna of mikið brjóstum forsetan fyrir að geta þurfa stundum að tala aðeins gegn sinni eigin sannfæringum, þá er þetta þannig að yfirlýsingar forseta Íslands alþjóð þetta geta verið þjóðréttarlega skuldbindandi fyrir ríkið og að því leyti er það þá mjög heppilegt að sé skýrt að hans yfirlýsingar á þeim vettvangi séu stefna ríkisstjórnar og stefna ríkisins en ekki einungis hans skoðanir. En auðvitað er það að góðir diplomatar geta nú fundið leið til þess að svona segja, kannski svona koma sinni skoðuna á framfæri og ég svona hef ekki miklar áhyggjur af því að svona þeir forseta sem ég dætti í hug gætu nú kannski rökstutt það að þeir hefðu nú aldrei brotið þessa grein sem þarna stæði. En hins vegar þá tel ég þetta að vera nauðsynlegt því eins og við höfum bent á það eru ráðherrar sem bera ábyrgð á þessum málum, þeim getur þingið vikið frá, það er mun erfiðar að víkja forseta frá samkvæmt þeim tillögum sem nú liggja fyrir. Nú síðan var góð umræða með hernaðaraðgerðir, ég held að sé, eins og segi það hafa komið fram efasemdir þetta orðalag meðal einhverra fræðimanna og þetta er bara, mér væri að meina þessu að þetta stæði inni með þessum hætti, en hins vegar þá væri gott að fá það algjörlega hreint að þetta orðalag gangi upp og geri ekki kröfur á Íslenska ríki sem ekki er hægt að fara eftir. Nú, síðan var það í lokin kannski koma þess inn í umræðuna um stjórnlagaþing og kannski skipta skoðanir hvort að það sé heppilegasta fyrirkomulagið til lengdar og hvort sé heppilegt að binda það hvað Alþingi Íslendinga eigi að gera eftir 25 ár. En það náttúrulega skoðast bara í þessu samhengi. Ef að stjórnarskrá verður þannig að henni verði einungis breytt með stjórnlagaþingi, þá felur í sér að það sé mjög líklegast erfitt að breyta svona stjórnarskrá með skömmum fyrirvara og þá felur það líka í sér að það er erfitt að gera slíka samninga sem nefndir eru hér. Þannig að þetta er náttúrulega bara helst allt saman í hendur og ef við höfum þá áhyggjur að því að slík grein muni gera það erfitt að fullgilda samninga sem við teitum askilegt, þá er það einungis vegna þess að slík grein muni þá gera erfitt að breyta stjórnarskránni. Þannig að þetta verðum að hafa í samhengi og ég held reyndar, ég hef nú oftast skilið þær tillögur stjórnlagaþing sem komið fram rétt eins og Vilhjálmur að það myndi ekki vera tekið fyrir að hægt væri að breyta stjórnarskrá með einhverjum öðrum hætti, þannig að því leyti þá tel ég að slík viðbót myndi ekki stangast á við þá hugmyndafræði sem hér er. Annars þakka ég aftur Íris Lind kærlega fyrir góða framsögu og öllum sem tekið hafa þátt í umræði fyrir góðu innlegg.